um daginn. Það átti að vera miklu verra veður, sko. Það átti að vera svolítið svona kóf, sko. Já. Þannig að það er ekki síðan hverju. Já, já. Það er lægri. Já, ég meina það er janúar, sko. Það er janúar. Við vitum að það er náttúrulega allra veður að von. Já. Það er janúar. Já. Þetta er sem þess að það er upp á jökulum. Hvað á það að þýða, sko? Og þetta er sama fyrirtækið og var hann fyrir 3 árum. Þá týndist hún hafnum. Já, hjón, Ástralar. Bara án og hróling. Já, sama fyrirtæki. Samt leggur það út í svona hættu með svona spá. Nei, þess að sko spáin líka fyrir. Já, já. Bara það lág fyrir. Já, ég meina viðvörun, sko. Já, þarna. Bara fáránlegt. Það er bara hættuna sem að þetta fólk sem er að bjarga er að leggja í. Það má ekki gleyma því. Já. Og ég sá það bara einmitt á fyrirsögn. Kalnir á puttanum. Þetta er verið á það, þetta er ekki það. Það er niður öðri, notaði í gærum. Helga Björn, veistu völdugöggin? Ég gerði það reyndar, en af hverju ekki búið að byggja hérna á milli? Hérna með þig? Já. Það var ákveð að spara og sleppa. Í alvörunni, ég átti að gera það. Já, ég gerði það. Ég meðan bara á þessu kalt á puttanum, sko. Það er alltaf verðagöng frá síðustu dag að það verður. Ég veit ekki. Jú, það er ekki bara líklega. Það komið hérna yfir. Eins og ég var með þarna svo meiri ég held að ég myndi setja götan í sokk af því að þetta er bara nokkuð lengur með. Nei, það var aldrei. Þetta kom hann rétt hérna. Og
þróttur. Og það verður reglulega til henni. Já, klukkan á 12, þannig að ég held við skulum bara byrja því dagskráin svolítið það sem mikið að dagskrá, kynna þessi kjarasamning. Mikael Dahl heiti ég formaður félag háskólakennara og ætla að vera bara fundastjóri hér á þessu fundi. Við verðum svo að skiptum sem í næstu sem verður klokken 1 fyrir akademisk starfsfólk. En í dag það sem sagt mening að kynna þessi kjarasamning félags háskólakennara 2019-2023 og ég ætla bara að biðja varaformaður félagsins Baldvin Sarjó að taka við. Gjör svo vel, Baldvin. Já, komum bless og sæl. Ég ætla að fara yfir þann hluta kjarasamningsins sem snýr að starfsfólki í töflu 695, það stjórnsýslan og önnur störf heldur en akademisk störf. Fyrst bara svona grunnupplýsingar, þetta er langur samningur og hann afturvirkur frá 1. apríl síðastliðnum og gildi til lok mars 2023. Og þetta eins og þessi samningar sem hafa verið að gera undanfarið, þetta krónutölusamningar, ekki prósentusamningar. Og fyrsta launahækkunin kemur núna inn frá 1. apríl 17.000 krónur í töflu og þið hafið fengið eina eingreiðslu í ágúst 105.000 sem kemur til frádráttar en þetta á að gera upp frá 1. febrúar næstkomandi mér sagt. Það sem þessi afturvirkni sem á eftir að gera upp. Síðan hækkar taflan 18.000 þarna 2020, 15.750 2021 og 17.250 2022. En þetta samt ekki alveg svona einfalt vegna þess að það sem gerist það að krónutölan, hún fer á 0. flokk í töflunni. Þið kannski sjá hvernig taflan lítur út, hún náttúrulega tvívíð, það eru launaflokka niður og svo eru þrep til hægri. Og 17.000 krónurnar koma á 0. flokk vinstra megin í töflunni en þær prósentuhækkanir sem eru nú þegar í launatöflunni þær eru látnar halda sér. Þannig að það hækkun upp á cirka 2,5% til hægri og það bara þannig í okkar samningum, okkar fólki raðar samkvæmt skrefinu og skref raðar öllum í 5. og 7. þrep. Þannig að þessi 17.000 kall hann orðin einhver kannski 20.000 krónur þegar fólk koma á þann stað sem er í launatöflunni. Launahækkanirnar, þarna sjá hvað bilið lægstu hækkanir, það lágmarks launahækkun á tímabilinu 12,5% en fer alveg upp í 17,5%. Og það þá náttúrulega lægstu flokkarnir sem hækka mest út, þetta eru krónutöluhækkanir. Og síðan hversu há krónutala þetta frá 75.000 tæplega upp í 102.000 og meðaltal krónutöluhækkanar 80.500 en ekki 68.000 krónur eins og mætti halda samkvæmt þessum krónutölum í samningnum sjálfum. Ég endur bara að stoppa mig og spyrja ef þið hafið einhverjar spurningar. Og þetta skrefið og sjá hvernig fólki raðað þar inn. Það bara þetta fólk sem minna en 300 stig í skrefinu, þá launaflokki 5, þrepi 6, núna með 445.000 krónur á mánuði en fer upp í 524.000 í lok samningstímans sem 17,5% hækkun. En síðan þarna í 12. flokki, 600 stiga meira, launaflokku 12,5, þá eru komin niður til 12,5% og rauninni ef þetta væri bara krónutöluhækkanir þá væri allir þar fyrir neðan með minna en 12,5%. En það sem gerist það að þeir sem eru í efstu flokkunum, það leiðrétt þannig að enginn fær minna en 12,5% á tímabilinu. Með þessi stig, það náttúrulega fólk veit ekki hvað með í stigum, þetta allt mjög ógagnsætt kerfi í rauninni.
Það þarf að spyrja hvert einasta skipti sem menn vilja fá svo upplýsingar og þannig að við ákomum að vinna að því líka núna að koma þið inn í stofnanasamning að það væri eitthvað unnið í skrefinu. Þannig að það eru semst 2 atriði sem við bættum inn í stofnanasamningin okkar við semst Háskóla Íslands, ekki semst í samninganefndina. Fyrsta lagi þetta að gera gera sem stig aðgengileg félagsmönnum. Þannig að þið viti hvað þið standið og hvernig þetta verður til framtíðar, semst hvernig stigasöfnunin er. En svo akademískir starfsmenn þeir sjá alltaf hvað þeir eru með í stigum og hver viðbótin er, en við sjáum þetta ekkert í rauninni. Það er engin tilkynning sem berst okkur. Þannig að þetta þarf að gera aðgengilegt í Uglu og það verður unnið að þessu verkefni á þessu ári og á að ljúka semst á þessu ári. Og jafnframt gerðum við settum við inn í stofnanasamninginn líka ákvaðum það að stefna að endurskoðun starfsmannskerfisins á samningstímanum. Þannig að bara fara í gegnum allt kerfið og hvernig launasetningin er og annað og vinna þessu á þessum tíma sem við höfum. Við höfum náttúrulega rúman tíma, rúm 3 ár eftir að þessum samningi þá ef hann verður samþykktur. Þannig að það er rúmur tími til stefnu. Síðan ætla ég bara að fara svona í gegnum það sem er helsta í samningnum. Það er þessi 3. grein, þetta er önnur laun sem starfinu fylgja. Þetta er nýtt ákvæði sem kemur í staðinn fyrir fasta yfirvinnu. Og þetta kemur til vegna breytinga á vinnuvikunni. Það er sem fer í fljótlega eftir núna. Það er í samningunum, þá er stytting vinnuvikunnar þar inni. Og það er ákveðnar aðgerðir gerða þar sem gerða það verkum að það er erfitt að halda utanum þessa yfirvinnu. Þannig að það kemur þá grein þetta, það er bara einhver upphæð sem er samið sem kemur ofan á launin, önnur laun sem starfinu fylgja. Svo er 4. grein viðbótarlaun, það hefur alltaf verið ákvæði viðbótarlaun og þetta er bara tímabundið álag einhver verkefni sem kalla það hærri greiðslur, tímabundið verkefni sem segi. Þetta var 30.000 krónur fast í fyrri samningum en núna er engin upphæð tilgreind þannig að það er bara samningsatriði hvað fólk getur fengið þá undir þessum lið. Svo er þessar hefðbundu uppbætur, persónuuppbót og orlofsuppbót. Desemberuppbótin hún hækkar 2.000 krónur á ári á samningstímanum og orlofsuppbótin 1.000 krónur. Allt sem frekar hefðbundið. Og svo er það stytting vinnuvikunar. Og þetta eru nokkur atriði sem taka á þessu og raunin líka grein 4 sem tekur á þessu. Grein 4, 6 og 7, bókun 5 og fylgiskjal 1. Þetta er ansi mikill pakki. Og samkvæmt fylgiskjali 1 sem lýsir styttingunni, þá er komin heimild til styttingu vinnuvikunar niður í alltaf 36 vinnustundir. En það verður að vera samkomulag það á hverju starfsstöð fyrir sig og eru tæki og tól til að tryggja þetta samkomulag verið til, en það verður alltaf stytting 13 mínútur á dag. Það er alltaf í hendi. Já, fyrirkomulegst verður útfært af hverju stofnun og síðan er þetta borið undir atkvæði starfsmanna, ekki endilega félagsmanna. Það er bara öll félög sem liggja hérna undir. Og ferlið er þannig að rektor á að eiga frumkvæði að þessari vinnu og vinnan á að hefjast fyrir 1. apríl næstkomandi og á að ljúka 1. október. Þannig að hún komið til framkvæmda í byrjun næsta árs. Þarna kom eitthvað sem ég ætlaði að ræða. En stytting vinnugunar. Í þessu skjali, í þessu fylgiskjali 1, eru nefndar 4 mögulega leiðir. Það sem segir ekkert að sé bara tæmandi listi við leiðir, en þetta er allavega 4 leiðir sem eru nefndar í þessu fylgiskjali. Og fyrsta leiðin er þessi daglega stytting, að þá getur stytt hvern dag einhver tíma. Og þarna fyrst er 13 mínútur, en kannski klukkutíma þá á dag í 4 daga vikunnar, eitthvað þannig. Svo er þessi mögulega vikulegu styttingu og þá myndum við vinna hálfan dag, hálfan föstudag kannski eða eitthvað þannig. Svo er þessi stytting sem er útfærð nánar á stofnun, þá er það kannski bara svona dreifðari útfærsla. Og 4. leiðin sem er nefnd þarna er að styttingin sem tekin út í heilum eða hálfum dögum. Þá er það þannig að geta reyndar ekki notað þetta á sumarleyfistíma, en yfir vetrartíma þá getið notað heila og hálfa daga, til dæmis bara eins og í
vetrarleyfi hjá börnunum eða eitthvað annað, þá getið nota heila daga í svoleiðis. Já, þetta er þetta eru 7 dagar ári sem þetta koma til viðbótar. Sem bara dæmi styttingu, þetta er dagleg styttingu 13 til 35, pluss 35 mínútur. Sjá hvernig það kemur út, þá bara hættið aðeins 4 á daginn, það er bara þannig, þetta er ein tegund af styttingu. Síðan önnur stytting, það er bara önnur tegund, það er bara stytting hálfan dag á viku, hættið að hátið að föstu til dæmis. Og hér er bara stytting 1 dag, þá er 2 dagar í mánuði sem myndi þá fá frí. Og svo þetta þessi 4. leið sem ég nefndi áðan, þar sem menn getur tekið svona eins og klemmudag eins og nefndir frí eftir einhvern hátíðardag . Það sem kemur á móti þessu er það að í þessum kjarasamningum er eitthvað sem heitir yfirvinna 1 og yfirvinna 2. Það er þannig að það raunir vera að stytta vinninguna úr 40 í 36, en ríkið vill tryggja það að þetta muni ekki fela í sér launaskrið, þannig að fólk fara bara fyrir á yfirvinnu og er með fleiri yfirvinnutíma. Þannig það sem er gert þarna, að það verður til eitthvað sem heitir yfirvinna 1 og hún er á lægri taxta heldur en þessi hefðbundna yfirvinna sem við þekkjum. Og yfirvinna 2, það er yfirvinna umfram 40 tímana og hún er bara sama taxta hún er í dag. Þetta var svolítið erfitt fyrir okkur vegna þess að við erum náttúrulega öll svolítið sérstök, en þetta er mjög sérstakt félag að því leyti að við erum með mikið af hlutastarfsfólki og mikið af fólki sem jafnir í 2 hlutastörfum innan háskólans eða vinnu hérna og á spítalanum eða Matís eða einhvers staðar annars staðar. Og þá er það alltaf þannig, þú þarft að vera komin upp í 40 tíma til að detta inn á yfirvinnu 2 og það er náttúrulega ósanngjarnt ef þú ert 50% störfum við háskólann og þú þarft að vinna rauninni 20 yfirvinnutíma á hvorum stað fyrir sig til þess að detta á yfirvinnu 2, annars er þetta á sem ódýrari taxta. Þannig að við fengum í gegn bókunum það að það ætti að taka tillit til heildar vinnutíma bæði innan háskólans og í störfum hjá ríkinu þegar ákvarðað er hvernig eiga að greiða fyrir yfirvinnu. Síðan stendur líka þessu fylgiskjali 1 að þarna breytingin á skipulagi vinnu á ekki að leiða til breyting á launum. Þú átt heldur ekki að lækka í launum. Og þá kemur bara þetta inn sem ég var að tala áðan með grein 3. Í stað fastra yfirvinnu kemur þá bara einhver upphæð sem þið semjið eins og núna einhver væri hérna í 50% starfi með fasta 10 yfirvinnutíma, þá myndi hann rauninni kannski lækka í launum við þessa samningu. En það á ekki að vera þannig að það þarf að semja það á hverjum stað fyrir hvert fyrir sig að leiði ekki til lækkunar á launum eða menn hækki óeðlilega lítið. Og að lokum þá bara minnast á hennar punkt sem á ekki reynda við ykkur hérna, en þessi stytting vinnuvikunnar, hún er rauninni eingöngu fyrir starfsfólk sem er í töflu 695 sem starfsfólk í stjórnsýslu, en á ekki við akademíska starfsmann. Þar er kveðið á starfsskyldur í stofnanasamningum og reglum og er engin mæling á vinnutímanum eins og er hjá okkar hluthafafélaginu. Þá er 8. greinin orlof. Það er nokkrar breytingar þar sem eiga sér stað. Fyrsta lagi er að þetta atriði hérna núna verða allir með 30 daga rétt. Það hefur verið þannig að fólk byrja með lægri rétt og sinna hækkar rétturinn eftir aldri, en með þessum samningi þá verða allir með sama rétt sem er 30 daga, sem er ítrasti rétturinn eins og neyri dag sem er 38 ára eldri. Þannig að allir verður komið 30 daga. Þá kveðið á það að starfsfólk hefur rétt á 15 daga samfelldu orlofi á sumartíma. Og síðan eru breytta reglur lengingu og flutning. Fyrsta lagi er þessi breyting á lengingu og orlofi sem tekir utan sumarorlofstímabils. Það er þannig hjá okkur núna að það er ef orlofi tekið utan sumarorlofstíma þá fáum við 25% lengingu. Enda verklagsreglur háskólans segja að það geti verið alltaf 8 dagar, en það sem gerist núna að núna verður þetta samkvæmt skriflegri beiðni yfirmanns. Þannig að yfirmaður verður að samþykkja það að þið fáið
orlof að vetri með þessari 25% lengingu. Og það í rauninni samræmi við lög. Hitt var ekki alveg samræmi við lög, en þetta breytingi þar. Þetta ekki sjálfkrafa eins og hefur verið. Svo þessi flutningur á orlofi. Rauninni aftur, þetta eitthvað sem bara einhverja verklagsreglur innanhús sem leiðir tiltekinn flutning, en í þessum kjarasamningi kemur fram að hann rauninni óheimilt nema með beiðni yfirmanns aftur. Og hámarkið á þessum flutningi eru 60 dagar milli tímabila, sem náttúrulega tvöfalt orlof. En þrátt fyrir það samt sólarlagsákvæðið, þannig að þið hafið tíma til þess að vinna á, ef þið hafið meira en 60 daga, þá hafið alveg til 30. apríl til þess að vinna á því. En rauninni ef þið eigi eitthvað umfram 60 daga 30. apríl 23, þá fellur það niður. Og svo að lokum nýtt atriði sem þarna eins og samningi, en það sem verið alveg unnið eftir þessu, og það þessi réttur til launlaus orlofs í alltaf 30 daga og kemur úr öðru starfi. Þið hafið engar spurningar? Ok, þá það 9. greinin, hún fjallar ferðatíma erlendis. Það er búið að vera í samningnum okkar, það ákvæði greiðslu og álagi þegar fólk að ferðast erlendis á vegum skólans. Og þarna viðbæturnar sem koma þarna eru þær að það bætt í málsgreinum stórhátíðarálag. Þá það fleiri tíma sem koma til þá ef fólk að ferðast á þeim dögum. Og síðan skilgreint nánar hvernig þetta fer fram ef fólk óskar þess að þessi tíma verið teknir út í frítíma. 10. grein styrktarsjóðinn, þetta mjög mikilvægt. Við erum að fá hækkun í styrktarsjóðinn úr 0,55% á heildarlaunum í 0,75%. Þetta mjög mikilvægt. Sjóðurinn það sífellt meiri ásókn í þennan sjóð. Dagpeningagreiðslur hafa aukist mikið, veikindadagpeningar. Þannig að það var mjög mikilvægt að fá hækkun í þennan sjóð að hann getur staðið undir sínum skuldbindingum. Þetta grein lífeyrissjóði, svo sem ekkert nýtt þar heldur, en það raunin bara áfram þannig, það skyldu að LSR fyrir okkur. Það ekki, við getum ekki valið okkur lífeyrissjóði, við verðum að vera áfram með lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Og svo það 12. greinin sem fjallar atkvæðagreiðsluna og samningaforsendur. Og það bara svona varnaglar sem eru inn í flestum svona samningum. Það fyrsta lagi sem verið breytingar á almennum vinnumarkaði, þá hægt að taka upp viðræðurnar. Og síðan það þannig að ef verið kjarasamningum á almennum markaði sagt upp, og þá munum við fá heim til að segja okkar samningi upp líka. Og þriðji fyrirvarinn sem var settur inn, það Lánasjóð íslenskra námsmanna. Það hefur verið vinna í gangi með endurskoðun Lánasjóðsins og þau búin að skila sér skýrslu, ef ég skil þetta rétt. Og núna á að fara að vinna að stað við hún byrjuð við að endurskoða kerfið allt í heild sinni. Við vildum bara tryggja það að þessari vinnu myndi ljúka. Þetta myndi ekki bara hanga endalaust og ekkert gert. Þannig að rauninni við fáum heimildir uppsagnar en þessari vinnu verður ekki lokið fyrir næstu áramót. Síðan eru bókanirnir í samningnum hjá okkur. Bókun 1, hún fjallar næturvaktir fyrsta lagi, sem á ekki við okkar fólk. En hins vegar fjallar hann líka að lengdan uppsagnarfrest fyrir fólk sem 55 ára og eldri. Þannig að ég man ekki hvernig stig fær stigi, en við 60 ára aldur eftir 10 ára starfi þá minnir mig að uppsagnarfresturinn sé 6 mánuðir. Bókun 2 fjallar endurskoðun á veikindakaflanum sem hefur búin að taka langan tíma. Og og breyta veikindakaflanum réttindi okkar til veikinda. Og það verið að tala snembar inngrip eins og kulnun í starfi og svo framvegis, mjög metnaðarfull áætlun þar í gangi. Og síðan skilgreiningur á langtíma og skammtímaveikindum og síðan hvernig veikindadagar eru taldir. Ég veit ekki hvort það áttu ykkur af því, en ef þau eru veik á föstudegi og síðan aftur á mánudegi, þá það 4 dagar. Og svo hvort að þessar reglur eigi ekki að fjalla veikindi nákomina í stað inngöngu barna stundi 13 ára. Og ég held að það væri kærkomið að fá það í gegn. Og það ákveðna tímasetningar á þeirri vinnu.
Já, bókun 3 fjallar fræðslumál og hvernig á að fara fram heildamat á umgjörð þeirra mála og náttúrulega þriðja iðnbyltingin og allt það sko. Og þá skoðast áætlanir og námsleyfi og þessi vinna á að hefjast núna í næsta haust á næsta ári og á að leggja vinnan á, niðurstaða vinnan á að leggja fyrir vormánuðum 2022. Bókun 4 fjallar launaþróun að tryggingu. Tengist saleik, við veitum hvað það er. Það er rauninni þetta að launaþróunin sé svipuð á almenna opinbera markaðnum. Þannig að við erum bara að tryggja það að við munum fá þetta inn hjá okkur þegar þetta liggur fyrir, hvernig sem það verður. Bókun 5 síðan, ég var búinn að ræða hana aðeins áðan, hún fjallar yfirvinnu 1 og 2 hjá hlutastarfsfólki. Fólk sem er í 2 eða fleiri hlutastörum innan háskólans eða hjá ríkinu. Ég er bara búið með þetta sko, bara síðasta gæra. Við munum opna fyrir rafræna atkvæðagreiðslu núna í dag eftir þessa fundi 2:30 og þið fáið náttúrulega póstum það hvernig það fer fram og atkvæðagreiðslu mun ljúka 15. í næstu viku klukkan 3 og bara hvet ykkur eindregið til þess að kynna ykkur samningin og taka afstöðu. Já, samningur verður sendur ykkur eftir þennan fund, þá verður hann sendur ykkur í tölvupósti. Við getum gert það, já. Margrét. Já. Nei, sko, ég held að talningin hér sé nú ekkert mjög nákvæm, sko. Það er bara að segja alveg svo er, sko. Ég funda með samráðsnefnd, ég hef ekki heyrt þetta áður, en við þurfum þá bara að taka þetta upp með samráðsnefnd. Þessa túlkun, sko, það er raunin þannig. Þú? Já. Það engin meiri en 17,5 sko, en þið eru náttúrulega neðarlega í töflunum, þannig þið eru að fá, það er meiri prósentuhækkun heldur en annað fólk sko, aðrir einstaklingar, það er nú bara þannig sko, doktorsnemar sko, að því að krónutölan tala náttúrulega, þú veist, þeir hægri prósenta á lægri launaflokkana sko. Og ég er líka svo með setjastöðningu sem að tengist líka doktorsnemum, það er þannig að margir doktorsnemar hérna sem eru félagar í þessu félagi eru líka stundakennarar og þú talar mjög mikið hlutastörf. Voru þið ekkert að semja kjör stundakennara? Því miður, þeir eru ekki okkar félagi og við höfum ekkert... En það eru margir stundakennarar í þessu félagi. Hvað þarf Já, þeir eru ekki félagsmenn okkar vegna þess að þeir eru stundakennarar, þá eru félagsmenn vegna þess að þeir eru einhverjum öðrum störfum sem sagt, kallar á aðald okkar félags. En þeir eru háskólakennara, þeir kenna í háskólanum. Kenna við háskólanum, já. En þeir eru að tala því miður, við náttúrulega reynum að tala ykkur, eða stundakennara skilur, en við höfum ekki samningsrétt fyrir stundakennara, það er bara þannig. Því miður. En það ekki, þið skiptir það ekki vandamál. Það hefur oft talað um það núna undanfarið í fréttum sem vandamál, en ykkur finnst þetta ekki vandamál. Ég veit ekki hvernig að svara þessu. Já, man kan líka sagt, at þannig sko, að stefna félagsins kannski og líka háskólan segja kannski útrýma þessu hópur stundakennara og breyta það í aðjunkt 1 eller 2.
Og það er raunverulega það sem hefur verið gerst á mörgum sviðum, að stundakennarar hafa sem sagt fengið meira réttindi með því að vera breytt yfir í aðjunkt 2, að það fá menn lífeyrissjóð og allt þetta og aðeins hærra kaup. Og það er svona þessu sem við stefnum að stundakennarar bara þeir sem koma inn og vinna ekki full starf þannig séð, en kannski koma inn og með kannski 2, 3, 4 fyrirlestra búið og með starf annan stað. Það er svona raunverulega svona okkar svona sýn á þessu stundakennara vandamál, við viljum helst bara fá það inn som aðjúnktar 2. Því þar með fá menn réttindi sem því samsvara. Það er kannski akkurat máli sem við höfum reynt að gera. Það er það sem þeir sem að kenna mikið í stundakennslu, að þeir fáið þá aðjúnkt 2 samning. Það er það sem við höfum verið að reynt að hamra á. Síðan þú fullt af fólki sem að kenna, svo að segja, að kenna kannski 5 tíma árið eitthvað þannig, það skiptir ekki máli. En þeir sem að kenna virkilega mikla stundakennslu, það er bara mjög óeðlilegt. Þá eiga það bara að fá aðjúnkt 2 samning og þá fá þau öll réttindi sem því fylgja. Það er eins og hann segir, þetta hafi verið okkar stefna að gera það þannig. Júri? Já, kannski bara þetta ríki vísindandi nýtti sér að geta haldið fólki á lágum launum og neyta auðkennan hóp sem samningsaðila. En ég ætla bara að fá svona aleinföld mynd að varðandi breytinguna fyrir fastlaunasamningana. Fyrir segjum eitthvað sem fastlaunasamningur på 15 tíma, fyrir 36 tíma vinnuviku, lækkar talningin áður og fer að fá yfirvinnu sem því nemur. Í rauninni, sko, ef ekkert er gert rauninni, þá á þessum 15 tímum, þá fær það alltaf yfirvinnu 1, þannig þá myndir þið lækka. Þannig að þú verður þá að tala við þinn yfirmann og bara gera lagfæringar á þessu. Þetta kallar svolítið það að fólk verður að fylgjast með sínum launum líka, sko. Það er því miður. En verða gefnar út eins og leiðbeiningar varðandi hvernig yfirvinnu er að taka á fastlaunasamningum? Þetta er bara næsta dagskrá á fundi með samráðsnefnd, hvernig við munum taka á þessu. Við ætlumst til þess að allir fylgist vel með og það komi góða leiðbeiningar um hvernig þetta á að fara fram. Mjög margir okkar fólk einmitt á fastlaunasamningum. Fleiri spurningar? Ég gerir ráð fyrir að það muni gilda frá með næsta orlofstímabili sem byrjar þá þarna í maí. Nei, það er rauninni eins og ég var að, sko, það er þessi þriðja grein sem á að koma í staðinn. Önnur laun koma í stað yfirvinnukaup samkvæmt grein 1.5. Það er það sem gerist. Og það sem við náttúrulega vonumst til, og ég held að ríki gera það líka, að þetta sé bara svona sólarlagstímabil sem er í gangi núna, þetta er rauninni svolítið tilraun til að stytta vinnuvikuna, af því þeir rauninni segja ekki að vinnuvikuna skuli vera 36 tíma. Hún er áfram 40 tímar rauninni. Þetta er svona stytting fyrir okkar kjarafélag og væntanlega allir farið hennar pakka, og þegar það gerist þá verður þessi yfirvinna 1 og 2 ekki til. Þannig að þetta er svona transition tímabil, gerir ég ráð fyrir. Þú ert með hérna, já. Það eru nokkur atriði. Það er eins og ábyrgðarmannakerfi fyrir eldri lánin og slækkun greiðslubyrði, hérna skattfrádráttur, það er ýmislegt inn í því, en við erum náttúrulega lítill fiskur í stóru tjött þar og tökum bara þátt í þeirri vinnu með BHM. En það er alveg, og hvartleika hvað við viljum fá út af þeirri vinnu, fyrir okkar fólk. Þetta er losast að hver. Já. Hann gildi fyrir alla félagsmenn félagsfræðslukennara, líka inn á stofnunum. Við erum ekki búin að ganga frá stofnunarsamningnum við Stofnun Magnússonar, Raunvísindastofnun og Keldur, en það verður bara gengið og Landsbókasafnið líka. En
það verður bara farið í það nú næsta dag og þeir verður vantilega á sömu nótum. Einhverju fleiri? Já, klukkan bara hálf. Við erum hálf tíma eftir, já. Takk hérlega. Það var kannski aðeins í lók að segja að þetta hefur verið óvinnilega langt samningasferli. Við byrjuðum í raun að vera svona 22. mars og fyrsta fund með samninganefnd ríkisins og kláraði það fyrst rétt eftir áramót. Þannig að þetta er búin að vera óvinnilega langt og það er náttúrulega óvinnilega samninga því leita til að það er svo margt nýtt í hana, til dæmis þetta með stytting vinnuvikuna, ýmislegt í kringum orlofið og margt flera. Svona þetta er búin að vera rosalega törn að fara í gegnum þetta en lærdómsríkt, eins og menn segir, alltaf, menn læra alltaf eitthvað nýtt. En við lókum bendi ykkur á að við mælum með að fólk sem sagt kjósa þennan samning, því við teljum við búin að ná ágætis árangur þannig séð. Þannig að alltaf, menn getur alltaf deilt nokkra atriði sem við vildum fá inn í, en svona er samninga alltaf, menn getur alltaf fengið alveg allt sem menn vill, en við teljum við búin að ná ansi langt með þessum samningi eins og hann er komið núna. Svo með þessum áðum, svo held ég bara slíta fundin og takk fyrir komuna.
kjarasamningi fyrir háskólakennara og þessi kynning fjallar þann hluta kjarasamningsins sem snýr að akademísku starfsfólki sem í launatöflu 696. Og Mikael Dahl, formaður félagsins, hann ætlar að kynna þetta hér. Takk fyrir. Takk. Já, takk fyrir komuna. Ég vil aðeins að byrja með því að nefna þessi greinargerð sem var sendt út hérna daginn, mánudaginn, og það kemur það fram sem ég ætla að byrja með að segja, nefnilega að í þessi skipti var náttúrulega slutið langt og strangt, má segja, samningsferli. Og var svo margt í deiklunni í raun að vera, hlutir sem hafa kannski ekki alveg verið til umræðu áður eins og stytting vinnuvikunar, orlofsmál og fleira, sem svona stór mál sem hefur bæði tekið tíma og það hefur verið mjög erfitt að ná niðurstöður í þessu öllu. En ég ætla núna í dag svo ætla ég að kynna sem sagt samningin eins og hann svona í bara grein fyrir grein nánast því það svona kannski best að gera það þannig. En fyrst og fremst svona kannski nokkra svona grunnatrið og það gildistíminn og það gildistíminn sem sagt 1. apríl 2019 til 31. mars 2023, þetta 4 ár. Það svo langur tími, má segja. En það sem hérna kemur fram að samninga vera afturvirkur. Að ræða launahækkanir, náttúrulega. Fyrst það þannig, eins og líka kemur fram í þessi greinargerð, þá var sem sagt grundvöll, eða það sem viðhorf sem samninganefnd ríkisins kom inn með í samningum, var fyrst og fremst að vera eins og lífskjarasamningin svo kallað. Og það myndi þýða krónutöluhækkun og kannski reyna að hækka þeir sem lægst launaðir. En niðurstaðan var svona aðeins öðruvísi, það var svona sambland af bæði krónutöluhækkun og prósentahækkun. Það sem niðurstöður. Það sem kemur fram hérna sem stendur launahækkanir, að frá 1. apríl skal hækka laun 17.000 krónur, svona aðeins mér það seinna, en 17.000 frá 1. apríl og fram til 1. september. Og náttúrulega var þetta tekið saman, en eins og munið eftir så fengið þið 105.000 krónur greitt fyrir svona í ágúst, 1. ágúst, og það verður sem sagt dregið frá þessu upphæðir. En í september 2020, 2021 og 2022 þá svona launatöflun sem breytast launatöflun töluvert og það verið það sem aðal, má segja, hækkunir koma inn. Það sem fyrst og fremst hefur verið að gerast að við búin að endurskoða launatöflun gjörsamlega. Áður fyrr var það þannig að þegar við skoðum launatöflun þá var á milli flokkar, launaflokkar, svo var stundum 3–4% hækkun og stundum allt upp í 11% hækkun. Það fannst okkur svona kannski ágætt að jafna út svona að núna það kannski bara þannig að launatöflun sem hún lítur út núna nýja launatöflun að það 5% milli launaflokkar og 2,5% út hægra megin. Og það sem kemur fram í þessi breyting í launatöflun 1. september svo að alle adjunkter 1, lektorer og docenter byrja nú í L8, som ikke har været tilfældet áður, en sérfræðing í L7 og þrep 1 til hægri. Og það sem hérna að ræða að vera að við að reyna að hækka töluvert þess sem að byrja hérna. Við búin að standa framan fyrir því í raun að vera í nokkra ár að launin, byrjunarlaunin hérna í háskólanum hafi verið það lágt að við sjáum það líka að fólk að hætta við að sækja hérna í akademiske störfum. Þannig að við okkur þótti það mjög mikilvægt að hækka launin svona einhverju leyti, lægsta launin. Einnig við líka búin að breyta
som sagt þannig að áður fyrir så var það svona þegar ég man eftir hvernig það når man hækker milli launaflokkar að þá í dag að ræða menn að vera með 200 heildarstig. Nú við búin að breyta þessu svona að nú við komin ned i 125 byrja þar og så 125 nokkur sinnum 150 og så því lengur som man kommer neder i lågen det så 300 stig som þar, men þá er man lige kommet så langt upp i kervet at þetta med at sapna stig kanskje ikke jafn erfitt fyrir folk som kommet það langt. En þegar man byrja hérna så det sådan 200 stig tölvært mikið at sapna at man sitter fast i samme lønaflok mye længe. En þetta ætti nú með þessu móti þá så svona að ræða ørari launahækkun i raun og vera. Endelig er búin að taka af þessu såkallet kennsluspær eller kennslutröskuldur fællar niður og lønnersætningen fer nu indungs efter fjölda rannsóknarstiger og heildarstiger. Heildarstigen náttúrulega kennslestig og rannsóknarstig saman en það fer efter þessi tvær breyter som skifter málet i fremtiden. Til aðeins að sína ykkur þetta, hvernig það så fra 1. september 2020 så kan jeg sige það að við líka búin að sikra, búin að lengja launatöflin. Áður fyrir var hún bara á 15, en nú það búin að bæta við 3 flokkar og það som mærkt inn hérna að lægst lønnet mun alltaf byrja hérna það som gult, lektorer, docenter og adjunkter. Særfræðingar mun byrja það som mærkt med røde. Sådan at man må sige i raun og vera man búin að ógildar í raun og vera hluta til, ikke alveg en ógildar þeir sem fyrir niðan. Já. Við fyrir svona að bera saman svona hvað hefur verið að gerast. Þá hérna, við búin að búa til 2 töflur som á að sína svona nokkuð veginn hvað þetta I það som núverandi, altså lønnertöfle adjunkter lektor og docenter 1. juni 2018, så sjáu þið það að þeir som hérna kommer inn hérna þeir og med kannski 50 stig byrja så i lønaflok 6. Og þá þegar því lengur som man kommer upp, så man kannski i 400, man med 400 heildarstig og 270 rannsóknarstig. Og þá þurfti líka að vera 100 stig kennslu, som náttúrulega tölvært mikið 100 stig, ef við bara tökum það svona bara fast kennslu, þá det 10 år, som þarna at man får 10 stig á ári. Svona bara i venlige kennslu, svona at til at ná þessu, så og fara upp i 9, þá þurfti man bæði að kenna og rannsaka mikið. Og það som vi á við með kennslespærene, vi sjá hérna så hægri megin, þá séu það ingen kennslestig þar som stendur I veg fyrir. Það bara som sagt rannsóknarstig og heildarstigen. En eins og líka geta séð, þá búin að breyta þannig að heildarstigen þeir byrja som sagt I raun og vera I lønaflok 8 byrja med 250 heildarstig. Og jeg kan da sige at það að bærer vi saman þá man som sagt þeir som det med segjum það man med 400 og eller segjum bara 500 heildarstig segjum það þá kan de sige hérna som vil man være I 9 I gamla kerfinu. En I nye kerfinu så hækker man upp I 11. Og þar með hækker man líka tölvært I laun. Nogle spurningar þetta svona slítið mikilvægt atriði fyrir sig að skilja hvernig þetta með hækkunir hérna. Svona það sem I raun og vera að segja hérna að það ikke launatöflan som I raun og vera segja til hvernig við hækkum.
það er meira launasetningen, at vi launasetningen være ødevise. Og at hele det til kanskje slutte dølbuen. Men kan spørsmål om dette? For aldre lærer en 8, 8. Ja. Ja, du ser jo hérna, eins og kemur fram hérna, þeir sem under 250 stig, þeir byrja L8. Og það fyrst þegar man kommer op i 250 stig, heldastig, þá fer man L9. Og det er tølvært mønner af gammelkærte, det er tølvært mønner, at vi, som sagt, at der er indfaldere nu at hejke flok, at vi, der er mindre med það að safna i raun og vera. Som vi også til mikilvægt, at folk som kommer ind hérna, at de hérna, som sagt, fá tækifæri til at få sæmilega køb, og líka sá frem á því, at man geta hækket sådan nokkra ørt. Ja. Det får samtidig samkvæm 9. Det får samkvæm 9. Ja, du mener at det som er og efterløn? Ja. Ja, det mun fylgja 9 væntalega. Jeg kan ikke sige andet. Það er alltaf gert upp, já. Menn hætti störfin voru að vinna. Gildistími frá 1. apríl 2019. Ég gerir bara ráð fyrir það verið gert upp. Það verið gert upp og svipan hægt. Þetta kemur gildi 1. september. Og það kannski ég má segja það frá því að kannski, ekki skemmtlegt en kannski nöðslegt að segja frá því að við reyndum að fá þessi tíma aðeins framar á kalendarárinu, svona apríl eller jafnvel janúar, en það gekk ekki upp. Og það kannski ákveðin rauk fyrir þessi er nok að 1. september er man að breyta þessu öllu í sambandi við nýju stigafjölda, svona að það er ágætt að taka þetta allt í einu. Så vi sættum okkur við þetta. Gennem det samme hérna fyrir sérfræðingar, fræðimenn og vísindamanna, så sjáum við þetta svona nokkuð sama, nema það að menn hérna byrja í fyrsta þreip. Það munar som sagt 2,5% þarna. En annars er þetta nákvæmlega eins. Yes? Ja. Það var þannig náttúrulega, hefur verið þannig að þú hefur mátt flytja 10% af heildastigum á rannsóknir og eða kennslu. Okay, en núna náttúrulega verður bara þá 10% af heildastigum á rannsóknir. Á rannsóknir sko. 10% heildastigum það er á rannsóknir. Já. Þessi hefur ekki verið breytt. En þetta sem ég var aðeins að bæta við hérna líka, að þetta náttúrulega þessu launatöfli hérna og allt þetta launasetning og svona, þetta náttúrulega svona samkrölu með kannski stofnunarsamning og hérna miðlærasamningen og bara til að sýna ykkur það så var hérna Háskóla Íslands eller stjórnandi hér með í samningarsfundum þar sem þetta var ákveðið. Því þetta náttúrulega ekki, við gerum ákveðið hvað sem en hérna ef ríkið ekki vil borga fyrir það, så skifter den også mindre máli. Så det er alltaf svona ákveðin samvinna þarna á milli. Jú. Já, það er þeir sem under 200 sko. Nýdoktorar geta farið neðar. Nýdoktorar, já. Það er bara þrepin allt öðru sem heldur en núna. Þú breyta svo mikið skilgreining og bakgrunn. Nei, það er það sem við með, sem sagt, þarna breytist hérna þetta sama og svipaðan hátt eins og með hérna stigafjöldin og allt þetta. Segjum það ef þú með Sko segja til dæmis, segjum þú með 400 heildastig í núverandi
segjum það, og þú fer yfir svo að segja 400, þá mun þú hækka upp í sem sagt, í eina launaflokk í raun og vera. Sér það, þú með 400 hérna, svo í gamla kerfinu, så er du i 1,8, i 400 hérna, så fer du i 1,9. Og það er raun og vera það som launahækkenet så fælst i. Ja, du mener, það er, já, þessi... Það sérfræðingalína Já, sem sagt rauninni flokki neðan þrepi ofan. já. Það hefur ekki gilt fyrir 8% eins og þú veist. Það ætlar að mun ykkar kalla að neða. Við höfum verið að finna leið til þess að gera það fyrir alla sérfræðinga. Fyrir alla sko, já. Ekki illa. Það er eitthvað sem runnið að þessu tímabili. En við væntanlega mun tapan á Árnastofnun berast bara sambærileg Við akademisk, já. kennartölu. Því myndi kannski fara eftir þessu sko. Við erum ekki búin að ganga. En ef við teker hérna bara að bera saman launatölunni og mánuðalaunin hérna úti og så hér, så sjáum við það að tölunni tölver hægri. Og það vegna þess að þessu, sem sagt, og það með þetta sem binda á að sem sagt launasetningin á nú að vera nýja launasetningu, það er raun og það sem gefur þessu hækkun sem við erum að leita að. Og hvis vi greiner þetta pínlítið, så er det náttúrulega þannig að á tímabilinu, som sagt, april 2019 til september 2020, så er det ráð fyrir þessu krónutöluhækkun, som 17.000. En þetta er samt ikke alveg rétt vegna þess að flestir raðast í dag í þrep 1 eller 2 eller jafnvel 3 og það haldast hérna procenthækkunur oven í það. Så man får 17.000 plus 2,5% plus 2,5% og så fremved. Så det er aðeins hægri. Hvis man kigger á það svona í heildinu, þá er det svona að það er svona spönn á procenthækkun 14 til 18% mest í lægstu flokkunum og miðaltalið er svona það bíl 14,5% som nokkra mikið hægri en það som til dæmis í lífskjarasamningin som var útgangspunktið í raun að vera. Það held ég hún að vera á 12%, 12,5% á tímabilinu. Og það er það sem við erum að líka segja hérna, við erum ekki að reikna launahækkanir hér og nú, við erum að reikna som sagt á 4 ára tímabili. Nú, þetta var svona fyrsta og annan greinin hérna, sem við vorum að ræða hér. Þriðja grein, það er svona ný grein í raun og þess að koma inn. Önnur laun sem starfinu fylgir, það er svona auk launa, svona mánuðlauna heimild að greiða önnur laun, starfinu fylgja með mánuðlegri greiðslu. Önnur laun getur verið vegna reglubundnar yfirvinnu og stafting álæns sem ekki verða mælt í tíma. Önnur laun kom í staði fyrir yfirvinnu það kaups. Og þetta som sagt koma inn í staðin fyrir og til að skýra betra til dæmis eins og fasti yfirvinnu og þess háttur. Så er der viðbótarlaun. Heimild er að greiða viðbótarlaun fram reglubundin mánuðlaun vegna sérstak tímabundins álags eða verkefna sem vel umfram reglubundin stafskyldur. Og það er líka ágætt að hafa þetta inni. Og så er der sådan mere hedbunden, þetta med personauppbåden og decemberuppbåd á samlingstímanum. Það hækker aðeins, var det ikke 2000 á í decemberuppbådet, held ég að det verið. Og ég man eftir, það hækker aðeins, en þetta er frekar hedbunden. Ég hef aldrei verið sluttet sjálfur, bara mín egen skoðun af þessu. Jeg har aldrei skilet hvers med at finde ud af þessu tölur, en það er bara þannig og þetta er bara ágætis tölur að vera með.
Så der hérna stóra málið, stytting vinnuvikunnar, en það náttúrulega fyrir okkur félagsmenn sem eru í stjórnsýslustarfi hefur þetta mikil þýðing og hafa hins vegar svo hefur verið að fjalla þetta líka sem sagt að akademiske starfsmenn náttúrulega svona sjálfsábyrgir fyrir sína vinnu og menn náttúrulega man getur í raun og vera svona stjórna sína vinnu nokkuð eins man vill og vi er med ákveðin starfsskyldur, vi er med ákveðin prósi, vi er som sagt 48% kennslu, vi er med 40% rannsóknar og 12% stjórnun. Og í kjarasamlingen som núna, så der kløse som fjallar eller sådan fylgiskjal som fjallar stytting vinnuvikunnar, som mjög ítaleg, en þetta fylgiskjal eins og kemur fram á ikke við þá hópa som mælt fyrir skipting af starfsskildna milli starfþátta í sérstökum reglum viðkomandi stofnanar. Og það til dæmis við som akademiske starfsmenn. En við það skal jeg bæta að stofnarsamlingen som vi har været at skrive under líka náttúrulega, stofnarsamlingen fylgir núna ákveðin samkomulag að samráðsfund háskólaráðs kjaramál og FH, Félag háskólakennara, ætla að fjalla og reyna að finna leiðir til að stytta som sagt vinnuvikuna líka fyrir akademiske starfsmenn. Það bara ekki inn í miðlæðarsamningin en hluta af stofnunarsamningin, ikke hluta af því en svona samkomulag som vi hefur verið að ræða Og þetta gert svona som sagt til að við getum så vinnen, der verið kannski að fjalla þetta og vinnuhóp verið sett í gang en það verið að fjalla þetta fram á þessu ári svona men í byrjun næsta ári gæti kannski komið einhvern niðurstöðu hvað þetta var. En eins má segja með stytting vinnuvikuna eins ég hef alltaf sagt að það náttúrulega ekki eitthvað sem gerast bara frá degi til dags. Þetta eitthvað sem það var innleiðar og það líka það sem kemur fram í þessu fylgiskjali. Ég geti séð það í sjá samningin en það að gera ráð fyrir ákveðin svona ferli sem fara í gegnum og það alls konar í kringum þetta. Nå, grein 8 sem fjallar orlofið, þá nú þannig að fullt orlofið vera nú fyrir alla óháð aldri 30 dagar sem ákveðin hækkun. En som þýðir líka að starfsskyldu verða þau sömu fyrir alla. Réttar svona til 15 dagar samfelldu orlof í þessu á sumartíma og það náttúrulega breytir reglu að 25% lengur var tímabili utan sumarorlofstíma var áður rétt en nú samkvæmt skriflega beiðni yfirmanns og það kannski það sem stóra málið núna að allt það var farið í gegnum ákveðin ferli gegnum yfirmannsinn og hjá yfirmanninum. Flytning af orlof, það líka kveðið á flytningar á orlofi milli tímabili, það óheimilt nema að frestað að beiðni yfirmanns. Þú má aldrei flytja meira en 60 dagar milli tímabila og sólarlags ákveðið dagar umfram 60 falla niður ef þau hafa ekki verið nýttuð fyrir 30. apríl 2023. Réttur til launalaus orlofs allt 30 ef komið úr öðru starfi líka. Og så það grein ferðatíma erlendis. Greiða skal som sagt 3 aflagsstundir og 33% aflægis sér brot for heimkvæmflugs á virkum dage fyrir kl. 10 og eða efter kl. 15. Starfsmann líka heimilt að semja við þessu frítíma í stað greiðslu ferðatíma þannig að 20 minútna frí jafngilda 33,33% eller 1/3% til frí 33 minútna fríu jafngilda 55% aflægi og 54 minútur jafngilda 90% aflægi. Og
Og þá eitt svona kannski også líka stort tíðindi í raun og vera, það hérna grein 10 styrktarsjóðin. Þetta eitthvað sem skiptir okkur mikið máli. Iðgjaldið og launagreiðenda hækkar fra 0,75 af heildarlaunum og upp í 0,5 fra 0,5 til 5%. Det skifter máli vegna þess að styrktarsjóðið í dag standa svolítið illa. Það mikið útborgaði dagpenningum og þess áttir og þess vegna til að geta staðið undan þessu málum þá þurftum við að fá ákveðin hækkun og þeir hafa fallist á því. Lífeyrissjóðin, þá náttúrulega bara þessi vinlega kveða á með skyldu aðild félagsmanna á lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins eins og hefur verið áður. Og så der sådan lokum 12. greinen, som atkvæðagreiðslu og samningsforsendur. Og það náttúrulega þannig að það ákveðin fyrirvara sett inn í samningin að vera breyting á almennum vinnumarkaði skuli aðilar taka upp viðræður hvort og þá með hvaða hætti slík breyting taka gildi gagnvart samningin aðila. Som sagt, ef eitthvað gerast á vinnumarkaðin almennt, så getur það haft áhrif á samningin hjá okkur. Og sådan náttúrulega som sagt, kjarasamning á almennum vinnumarkaði sagt, hún har sagt upp á grundvelli forsendu ákvæðis þegar gildistími samnings þessa kvorum samningslega heimild að segja upp samningum með 3 mánuð fyrirvara. Svona, þetta svona fyrirvara som algengt og nødvendigere. En tredje punkten hérna, það eitthvað sem kemur kannski okkur líka við, það endurskoðun hérna Lánasjóðs íslenska námsmanna LÍN. Efter þessi skoðun hefði ikke farið fram 1. januar 2021 myndist heimild til uppsagnar kjarasamnings. Og það hefði sett inn vegna þess að okkur finnst mikilvægt að þessi og íta undan þessi LÍN-mál vera komið í fullu gangi og það virðist að vera. Som vi siger fréttamenneskost, det der nu kommet ind og think, og folk at ræde dette, og der være givet hérna breyting á línmálum. En því kannski búin að fylgjast með í fréttum, talað þessi ábyrgamaður kerfi vera laðið niður og menn að reyna að læka greiðslur og þess áttur. Nú, síðan þetta bara þessi síðustu 5 bókunar. Þetta fyrste bóken kemur svo som ikke okkur við þannig séð undanþágu 55 ára og eldre frá nætuvöktum og bakvöktum. En bóken nummer 2 endurskoðun veikindakaflans gerir það kannski. Og þessi vinnu það var ljúka som sagt siden 1. maj 2022. Tredje boken fjallar að skulle fara fram hildemart og umgøre fredslемál med tillit til tæknebreytingar. Og 4. boken upptöku launer, þróunar, tryggingar milli åbenbæra almenna vinnumarkaðins. Það þetta som sagt som líka kallað SALEK. At man reyna at jafne ud køb og kør á almenna markaði og åbenbæra markaði. Og så kommer þessi boken 5, som skifter málið svona að hluta til fyrir okkur. Það sambandi við yfirvinnu, fyrir okkur í sambandi við stjórnsýsluna en ekki kannski okkur hérna í akademiske starfsmenn. Síðan ætla ég aðeins að ítreka að fjalla svona atriði samband við stofnunarsamning. En stofnunarsamningum fylgir samkomulagi milli HÍ og FH. Og það meðal annars samkomulag að menn það var endurskoða matkerfis åbenbæra háskóla. Meðal annars hvað var það stjórnun, kennslu og þjónustu breyting á umgjörð skipulega matkerfin sem aðkoma félags háskólakennar. Það sem við viljum að
og ítreka hér er að við verðum að fá að komast inn í þessu vinnu. En einnig er líka að tala að búa til staðfórs að vera skipað til þess að samræna svona reikniformúlu kennslu innan Háskóla Íslands. Þetta er mál sem við erum búin að reyna að vinna, myndi ég segja, í mörg ár. Og við erum bara svolítið sátta við að þetta er komið inn í þessi formi og geta nú í svona meira kerfisbundið form í sambandi við Háskóla Íslands. Svo bara að lokum, þá er rafræn atkvæðagreiðslu fer nú fram hérna frá í dag klokkan 15 og allir fá sem sagt sendir tölvupóstur það og með því fylgja líka samningin og stofnunarsamning og allt það sem fylla fram. Så ég geta svona kynnt ykkur þetta betra. Og atkvæðagreiðslu mun ljúka klokkan 15 og 5. daginn 16. janúar. Við nota tækifæri hér til að segja að við svona í samningarnefnd FH til að þetta vera ágætis niðurstöðu við búin að ná fram hér. Auðvitað er ekki allt sem við gärna vildi hafa það, en við hvetjum som sagt félagsmenn til að samþykja þessu samning. Og þá er det bare kommet spurningum. Innsynning. Það er óbreytt, já. Í stofnunarsamningin som kemur fram er þessi vinnulega óbreytt, já. Reyndar þessi kapli sem fjalla yfirvinnu hefur verið svona breytt óðurlægin svona töluvert svona að það er í raun og veru ekki talað hjá akademiske starfsmenn yfirvinnu en frekar kennslu fram yfir kennsluskyldu. Já. 2,5%, já. Já. Stigabilið, það 50 fyrst, sér lengt stökkil eftir þessum fyrir lengra högri. Já, þú meina stigabilin, já. Stigabilið? Nei, það hefur ekki verið breytt. Nei, það er bara ákvæmst sem hefur verið. Já. Hvernig eru samskiptin núna við launakrafta og launaröðun prófessorana eftir þessar breytingar? Nei, það er engin breyting. Við erum sem sagt, það sem hefur verið að gera var að við lögðum fram þessi breytingar á launatöflu með þessu breytingar og félag prófessora hafa samþykkt það lið og þeirra launatöflu er byggt upp á nákvæmlega svipan, nákvæmlega eins. En eins sem þeir eru þrepir hærra? Það er bara þrepa hæða eins. Þeir eru alltaf í fyrsta. Já, þeir hafa út af sína sérstöðu sem þeir kalla það. Já. Býttu við, það fæst þú hérna? Já. Já, við erum búin að skoða þetta mál með sérfræðingar og allt þetta og við erum komið að þessi niðurstöður að vera ekki niðurstöður en við erum búin að fá svona ákveðin loforð og viljiði fyrir að endurskoða þessi heiti. Svo sérfræðingar og vísindamenn kannski væri möguleika í framtíðinu, men þetta er svona ákveðin hluti sem það var að fara í gegnum háskólaráð og ýmislegt annað, en að man kannski þar myndi vera með breyta heitin í rannsóknarlektora, dósent og rannsóknarprofessor og þá myndi man fylgja, ef það verður gert, þá er svona kannski líka á man myndi fylgja svona akademiska þessi akademiske lektorer som er fyrir lektorer og dósenter þann launatöflu. Þannig að stuttasvarið er já, það er mismunandi. Já. Fyrir mér að þá lítur það eins og það var kynbundin mismunur. Já, það má segja það. Já. En við erum alveg með það á hreinu og er að reyna að vinna í þessu. Þetta er
er stort mál, som þarf at vinne med Háskólan líka og og þessi samráðsfund eller fundur millis samráðsnefnd Háskólaráðs kjaramál og FH, þá við að taka þetta mál sérstaklega upp. Það bara ákveðin forsaga bak við þetta Já, sem mjög, það alltaf langt mál að skýra hér. En það var til peningur til að hækka út af kennslu kennara, en þessi peningur voru ekki til staðar fyrir sérfræðinga á stofnun. Það einnig bara stuttasvari, en við náttúrulega erum að vinna í þessu áfram. Við erum bara að vinna í þessu áfram. Og ég alveg, ég svona persónlega sammála þér, ég sé ekki alveg munur á þessu. en við erum, þetta málefni sem við erum að taka á og mun takast á við næste 4 ár. Ég meina kennsluafsláttin það svo tala Sko, það var þannig að félag prófessorar voru með og við vorum með sjóður sem kennsluafsláttasjóður og það som så félag prófessorer voru að semja var þeir voru að taka þeirra hlut úr þessi kennsluafsláttasjóð og fara yfir sem þeir fá almenn kennsluafslátt. En okkar hlut ennþá fyrir dósentar som geta tekið það út. Du skildi ikke svaret? Nej, det voru som sagt at reyna að semja að fá kennsluafsláttin og så sagde Háskóli Íslands ok, godt og vel, if þessi kennsluafsláttar koma inn til alla, så verður við nota peningar úr þessi kennsluafsláttasjóð sem hefur verið í nokkra ár og nota ykkar hlut af því til að borga fyrir kennsluafsláttin. Ja, det ved jeg bare, félag prófessor sker þetta, ég skildi ekki alveg sko. Sjóður sem heitir árangurstengt tilfærsla starfsmanna. Já. Þetta eitthvað sem var til eftir hrun. Áður fyrir var þetta aldurstengt tilfærsla. Sjóður var þetta niður sem búið til sjóður sem heitir árangurstengt tilfærsla starfsmanna. Mjög lítill sjóður, en það óumdeilt að prófessor sótt í þennan sjóð 55 milljónir í síðustu samningum og það var samkomulag sem þau gerðu þessum peningum varið í almenna kennsluafslátt fyrir prófessora. En við höfum aldrei sótt þessa peninga, við gerðum það ekki á sínum tíma, en við höfum ekkert úr af móðum. En það sem var þó í sjóðum áður, 20 milljónir, því verður núna deilt á meðal okkar félagsmanna. Þannig að prófessor mun ekki lengur hafa heimild, en það er ekki neginn almenn lækkun í kennsluspilja lækkun dósum því miður. Það náði ekki gegn. Það það sem stóra málið. Flere spurninger eller athugasemter, som vil komme fremfærdig? Ja. Det kommer ud af nettet, ja. Og það líka tekið upp hér. Það sitter vantilega folk videre ute og horfa þetta. En upptökene mun være inde á heimasíðu félag háskólakennara og meðan að minnst kosta meðan atkvæðagreiðslunni fer fram. Já, það átti að vera vinnureglu kringum þetta, já. Það átti að vera vinnureglu kringum þetta. Já. Frumkvæði vinnureglu þýðir að ef að þú ert að fara út á þinna verkefna sem þitt frumkvæði, þá gildur þetta ákveð ekki. Ef að vinnuveitandi biður þig Skilur þig til það, já. Út af einhverju á ókristnum tíma, þá gildur það. En som sagt, hvis du er med rannsóknarverkefni som du ætler bare at fare ud af, så gilder þetta ikke. En if yfirmaður þín að biðja þig du vil at fara á þessu fund til að gera hitt og þetta,
þá gildir það. Já. Flere athugasemdir? Já. Gylfi? Mm. Sú vinna er bara enn í gangi. Þessi, já, þú má segja það er bara inn í gangi. Já, það er kallað 7. greinin og það er þessi bókun 4 sem meðal annars fjalla það. Þessi bókun hérna, nú skal við sjá hérna, bókun 4 hérna upptöku launaþróunartrygginga milli opinbera almenna vinnumarkaðins, það er þarna það kemur inn og er ennþá í gangi. Er það flera athugasemdir, flera spurningar? Þetta ég veit það var svolítið mikið, getur sagt þetta er náttúrulega mikið, ég er alltaf svo hissa, við erum búin að setja hérna 9-10 mánuði á semja og það út af því kemur 14 blaðsíðar samning sem er náttúrulega ekki mikið, má segja, eftir þessi mikil vinna, en þetta er ótrúlega flókið mál og samningen er mjög flókin í dag, það má segja það. Og ég hvet ykkur endilega til að lesa hann yfir og setja ykkur inn í málinu og kannski gera ykkur hug upp og kannski hvernig ykkur finnst þessi hlutir. Það er margt sem kemur þarna fram. En ef ekki flera athugasemdir, flera spurningar, så ætla ég bara að segja takk fyrir komuna og slíta fundin.